Verkefnið heitir Hugvit fyrir gjaldeyri. Gengur út á í rauninni að skapa gjaldeyristekjur með því að selja hugvit Íslendinga á sviði fiskiskipa og tækni sem tengist fiskiskipum. Hver var staða verkefnisins áður en það hlaut styrk frá vaxtarsamningi Suðurnesja? Staða verkefnisins var sú að það var í rauninni bara hugmyndastigi og svona við biðum eftir því að fá eitthvað púður til þess að keyra það áfram. Hvernig hefur gengið að ná markmiðum og hvernig hefur vaxtarsamningurinn hjálpað ykkur? Það hefur gengið vel. Við höfum náð okkar markmiðum fullkomlega. Markmiðið var það að koma markaðssetningu og markaðsefni á þann stað sem við vildum hafa hana. Og það má eiginlega segja að við séum búnir að vekja þá nauðsynlega athygli á okkur þannig að við getum farið að gera það sem skiptir máli. Við erum að vinna á Rússlandsmarkaði mikið og svona reyna líka hérna heima og erum út um allan heim, við höfum kynnt út um allan heim. Hver er staða verkefnisins í dag og hver er framtíðarsýn ykkar? Staða verkefnisins er svo að uppskerutíminn hjá okkur er að byrja. Við erum svona að njóta góðs af markaðsstarfinu í dag og förum vonandi að koma þessu svona í okkur, fara að afla tekna, afla gjaldeyris. Framtíðarsýnin er björt, við höfum heilmikið fram að færa við Íslendingar í þessu og við hjá Álasundi erum að horfum björtum augum á framtíðina og teljum okkur geta selt þetta og skapa þessa tekjur sem við töluðum og í þessu verkefni við erum 5 manna fyrirtæki og svo eru nokkuð fyrirtæki sem tengjast okkur. Við erum meðal annars farin að vinna með sjávarklasanum svo kallaða og höfum fengið svona mjög marga samstarfsaðila í verkefni. Það er náttúrulega margir sem tengjast þessum iðnaði.